Heil og sæl kæru hlustendur og verið hjartanlega velkomin í hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Þættirnir eru þessa dagana teknir upp í podcaststöðinni sem er algjör snilld fyrir þá sem vilja taka upp hlaðvarp en þar getur einfaldlega bara leiktir aðstöðu. Þeir sem að gera mér kleift að gera þessa þætti eru Netto, Spíran og nýjasti samstarfsaðilinn Heilsuhillan. Og ég er þeim ævinlega þakklátt. Í þætti dagsins kynnumst við Sigríði Friðriksdóttur eða Siggu sem er hjúkrunarfræðingur búsett í Bandaríkjunum og þar starfar hún á heildrænni tannlæknastofu. Hún er þar með heilsu- og næringarþjálfun auk þess að gera alls konar mælingar á skjólstæðingum sínum, til dæmis blóðprufur, skanna fyrir þungamálmum í líkamannum og fleira. Hún segir okkur frá þessu öllu og einnig hvernig lífið í Bandaríkjunum er frábrugðið lífinu á Íslandi. Hún kemur með mörg góð ráð til að bæta heilsun okkar, bæði hvað varðar mataræði og lífstíl. Ég kíkti mitt með Siggu á Spíruna þegar hún var hérna á Klakkanum og hún var auðvitað yfir sér hrifin að geta fengið svona góðan og næringaríkan mat á góðu verði og í dásamlegu umhverfi. Mér langar líka að minna á gjafaleikinn sem er í gangi á Instagrami Heilsuerlu en þar getur þú unnið glæsilegan gjafapakka frá Heilsuhillinni og heilsumarkþjálfun hjá mér. Vítamínin sem að Sigga talar í þættinum og mælir með fást öll í Heilsuhillum Netto. Gestur minn í dag er hún Sigríður Friðriksdóttir, oft nefnst Sigga. Hún er hjúkrunarfræðingur og góð vinkona mín. Vertu velkomin. Takk, elsku Erla. Mér langar svolítið bara að leyfa þér aðeins að segja frá þér og kannski þínum bakgrunni og af hverju þú hefur svona mikið áhuga á heilsu. Já, ég heiti Sigríður, kölluð Sigga og fædd og uppalin í Reykjavík 1980, þannig að 43. Ég ólst upp í Fossvoginum, var hérna í skóla með Erlu, með þér. Frá 8. bekk. Já. Og hérna fórum í Fossó og Réttó og svo lá leiðin til MR, fórum í Mennskólinn í Reykjavík. Og þaðan lá leiðin mín fyrst í læknisfræði og svo skipti ég skoðun, fór að vinna á slysadeildinni og fann það að ég bara átti meira heima í hjúkrun og skipti yfir í hjúkrunarfræðina og svo útskrifaðist úr rauninni bara Háskóla Íslands 2005 sem hjúkrunarfræðingur. En ég hef alltaf haft rosalega mikið áhuga á heilsu og svona heilsumálefnum og næringu og hvernig maður nærir líkamann og hreyfir sig. Ég byrjaði rauninni í þessu svona sem unglingur, sko. Ég man nú eftir því þú hættir að bara nammi bara í mörg ár. Já. Er það ekki? Jú. Já. Þetta var svona þegar ég var 14-15 ára. Ég man eftir ég eignaðist kort í mætti sem var og hét. Það vorum við nú í aerobik. Við vorum í aerobik og byrjaði þar bara að veknaði svona rosalegur áhuga á bara svona líkamlegur hreysti og bara hreyfa sig og sá komið leið ofboðslega vel og ég fór að borða betur og ég svaf betur og húðin var betri og bara svona einhvern veginn alltaf verið í svona með annan fótinn í svona einhverju hreyfingu, sko. Og var aldrei mikið í hlaupum þá en mikið í hlaupum í dag út í Bandaríkjunum. Þannig að ég flytti Bandaríkjana 2009 og eftir efnahagshrunið ákvaðum bara fara yfir til Ameríku og ætlum að vera kannski 2-3 ár og nú er komin 15 ár. Og þú ert þar enn. Og ég er þar enn. Einmitt. Og þú átt 3 börn. Ég á 3 börn og þau eru öll fædd í Ameríku. Og kannski segja frá því að sonur minn, hann fæddist í New York 2008. Já, áður en þú fluttir út. Áður en ég flutti út og málið er það að ég fór til New York, hafði aldrei komið til New York borgar, ætlaði að vera í viku og kaupa barnaföt og hitta vinkonu mína, hana Herdísi og
hún var í Columbia University úti og var komin 6 mánuð á leið með Daniel og bara leið ofsalega vel, hafði verið meðgöngu eftirliti og bara alla blóðpröfu fínar, blóðþrýstingurinn í lagi og allt svo leiðis og fer út þarna á Valentínusardaginn 2008 í febrúar og komin 27 vikur á leið og 2 dögum síðar þá eina nóttina bara vakna ég upp með mikla verki og fann að það var ekki alveg allt í lagi og ég með mjög háan svona sársauka þröskuld og ég ákvað að hringja bara heim og tala við ljósmóður heima á Íslandi og talaði við ykkur sem var á vaktinni og hún fyrir að tala og svona, ég lýsi einkennunum og ég bara í rauninni með 2,5 mínútur milli samdrátta og hún segir mér bara, heyrðu, kalla á sjúkrabíl og ég geri það og fer með sjúkrabíli til New York University Medical Center, NYU Medical, sem var rétt hjá það hótelinu sem við vorum á og þetta var svona kannski 4:30 morgunin og þeir setja mig í monitor og skoða mig og þá er ég bara komin full útvíkun og hann bara breachað með fæturna niður og þeir segja mig bara að skrifa undir samþykki fyrir að fara í bráða aðgerð og það verður að taka á móti sinni mínum bara hér og nú sko. Þannig að klukkan 7:15 sama morgun er hann fæddur. Hann var 1 kíló, hann var 1000 grömm, 36 centimetrar, bara náttúrulega alveg, alls ekki tilbúin sko. En algjör sko hetja og bara stóð sér ofsalega vel og ég var með fyrsta barn. Alls ekki tilbúin heldur sko. Með enga fjölskyldu nálagt náttúrulega. Nei, ég var náttúrulega í New York í borg sem ég þekkti ekki og en já, sem betur fyrir fólkið mitt kom út og studdi okkur meðan við vorum á NICU eða á vökudeildin úti, vorum þar í 10 vikur. Þú voru í 10 vikur? Já, vorum í 10 vikur og það var svolítið svona rússíbani sko. Hann var fór í heilaskanna því það er náttúrulega mikil hætta á heilablæðingu þegar þú ert eignast í rauninni bat svona fyrir tíman og allt var í fínu lagi en þurfti að fá blóðgjafir eins og gefur að skilja og hann þurfti að læra að borða rétt og allt svoleiðis og svo bara líði tíminn og þetta var svona rússíbana reið svolítið og svo í lok apríl þegar hann búin að vera þarna í næstu 10 vikur þá bara kemur henni læknir frá Íslandi, frá vökudeildinu og hjúkrunarfræðingur og hann var orðið nógu sterkur þá til að koma til Íslands og við förum til Íslands með flugi með Icelandair vél og komumst svo á vökudeildinu á Íslandi þar sem að í rauninni við komumst heim viku fyrir settan dag sem er náttúrulega bara kraftaverk sko. Vá. Og heilsa hans í dag, hann hefur braggast ótrúlega vel. Hann hefur braggast bara alveg ótrúlega vel. Hann er núna 16 ára gamall. Hann er búin að vinna á Íslandi í allt sumar. Það er gaman. Á æfa íslenskuna. Æfa íslenskuna og búin að vinna á svona trésmíðaverkstæði að vinna með höndunum. Hann er sko, úti er hann hálnað með menntaskólan. Þetta er aðeins og undan í Ameríku og er að fara í, heitir 11th grade 11. bekkur í rauninni og bara hraustur strákur í fótbolta og hann er búin að vera í hlaupum úti og bara ofsalega duglegur sko. En þegar maður er í svona aðstöðu eins og þú varst í þarna úti þá náttúrulega fyrir öll athygli manns á barnið og maður hugsaður örugglega lítið annað. Já. En manstu eitthvað eftir þessum tíma, þú veist, gast þú eitthvað hugsað heilsuna eða gerist það bara ekki? Þú veist, maður er bara... Jú, sko við náttúrulega þurftum að ferðast svona frekar langt til að komast á spítalan að heimsækjan og vera með honum á daginn, sko. Já, þannig þið fengu aldrei að gista þar? Nei, við máttum ekki, við þurftum alltaf að yfirgefa spítalan klukkan 8 á kvöldin. Þannig við vorum allan daginn og við, þú veist, gengum alveg ofsalega mikið. Þannig að þetta var rosa mikið svona, bara góð hreyfing að vera út, en það var ofsalega kalt, þetta verður rosalega kalt í New York borg. Og maður reyndi náttúrulega að hugsa svefnin, því að ég veit að svefnin er svo ofsalega mikilvægur, bara undirstaða alls í rauninni, hvernig þú tekst á við daginn.
og næra sig eins og maður getur sko. Og til að halda mjólkinni, því hann var náttúrulega að drekka mjólkina mína. Já. Og ég bara vildi ekki missa mjólkin og hann náði að drekka mína mjólk í 15 mánuði og ég held að það hafi verið svolítið svona lykilatriði upp á það hvernig honum vegnaði sko. Hann fékk öll. Já, þú pumpaðir þig og já. Já. Þannig að það bara gekk ofsalega vel. Æja, þetta er náttúrulega ótrúleg saga og svo flyttið þið stuttu seinna það til. Já, ég ætlaði aldrei að flytja til Bandaríkjanna eftir þessa reynslu. Ég bara hét því sko, en svo náttúrulega hrundi þarna, eða varð efnahagshrunið þarna í lok 2008 og maður svona hafði verið að leggja fyrir og leggja í sjóði og maður misti rauninni svona allar fjárfestingar sína sko og við fengum eiginlega bara nóg af Íslandi svolítið sko og bara við fengum tækifæri að flytja til Bandaríkjanna. Við höfum svona möguleika í rauninni bara að flytja hvert sem við vildum og við skoðum að fara til Connecticut, West Hartford og New Haven og svo fórum við aðeins til Suðuríkjanna og áttum vinafólk þar og vorum hjá þeim og svona vorum að vega og meta hvort það er betra og bara kom bara einhvern veginn að það var miklu svona hagkvæmar að búa í Suðuríkjanum, man fær miklu starra húsnæði og skattarnir eru lægri og svo leiðist þannig við fluttum til Atlanta í Georgíu haustið 2009 og við erum búin að vera þar síðan komin 15 ár næstum því. Vá. Hvað finnst þér helsti munurinn á Íslandi og Bandaríkjunum, þú veist, að búa? Hraðin á lífinu. Hraðin út í Bandaríkjunum miklu meiri. Ég finnst það meiri úti. Mér svo margir verið að tala hvað er mikil hraði hér. Ég veit það, en það er enn meiri hraði. Hvernig og lífið byrjar fyrr á daginn, sko. Þú séð að dóttir mín 8 ára, hún til dæmis, við þurfum að vakna með hana allavega klukkan 6 og hún þarf að vera komin í skólabílinn klukkan 6:50 á morgnana og skólabjallan hringir 7:40. Okay. Þannig að dagurinn byrjar rosa snemma. Hvað er langur skóladagur hjá þeim? Hún er búin kl. 2:30 eða 2:20. Þannig að þetta er svona... Þetta er svolítið langur dagur. Þetta er langur dagur. Svo dóttir mín sem er 12 ára, hún byrjar það er alltaf svona, hafa þetta mismunandi tímum eftir að vera að samnýta skólabílana. Já. Þannig að hún byrjar ekki fyrir klukkan að ganga 9, hún er 8:55 þegar hún byrjar og hún er alveg í skólanum til 4:30. Wow. Og svo sonur minn sem er í high school, í menntaskóla, hann er inn á milli, hann byrjar klukkan 8:15 á morgnana og er til 3:15. Já, þannig að enginn byrjar á sama tíma og klárar á sama tíma. Nei, þannig að þetta er svolítið svona púsl, myndi ég segja, en við erum með skólabíla sem fara frá hverfin okkar og tekur svona 5 mínútur að keyra í skólan. En er algengt, nú veit ég að þú varst heimavinnandi í mörg ár, er það rosalega algengt bara til þess að fjölskyldulífi gangi upp? Það er ofsalega algengt, sérstaklega í Suðuríkjanum að konur þeirra fara að eiga börn, þá eru það bara heima og sjá heimili og fjölskylduna og börnin og fara svo kannski aftur út vinnumarkaðinn þegar börnin eru stálpuð og tilbúin og svona þær hafa kannski meira frelsi þá. En það er oft erfitt að komast út af vinnumarkaðinn þegar þú ert að taka það svona mikið hlé. Akkurat, já, ég skal trúa því. Já. Einmitt, það er það. En mér langar svolítið að þú kannski segir okkur aðeins frá ástæðan innanlega í fekkvíðinga, mér finnst svo ótrúlega áhugavert það sem þú starfar við í dag. Þetta er svo áhugavert og ég veit ekki til þetta sé gert hérna á Íslandi. En kannski ef við bökkum aðeins áður og þú segir okkur hvernig þú endar í þessu starfi. Já. Þú bættir svo við einhver þjálfara námi og svo næringarþjálfa. Já. Hvað fannst þér að fá út úr því svona on á hjúkrunina? Mér fannst það bara magna, sérstaklega því ég er svo ofboðslega, ég hef svo mikinn áhuga á heilsu og hreyfingu og veit hvað næringin skiptir miklu máli og að æfa. Í COVID í rauninni 2021 myndi ég segja, þá bara svona einhvern veginn fór ég mikið að hugsa hvernig ég geti bætt við menntun mína og ég bara hafði samband við hana Erlu mína og við fórum saman í næringaprógrami mitt til þess að vera næringarþjálfar og fannst þetta ofsalega spennandi og gaman og við vorum í svona fjarsambandi í COVID að tala saman tókum svona ákveðna kafla í náminu og svo vorum við að spyrja hver aðra úr og
tókum próf og svona, hafa mjög gaman og þá fekk ég þessa gráðu í næringarþjálfun og svo tók ég einmitt á sama tíma einkaþjálfarapróf frá ACE, American Council on Exercise og fekk það gráðu sem í rauninni einkaþjálfari. Þannig þá var ég komið með hreyfinguna og næringuna og svo náttúrulega með hjúkrunarfræðina í bakgrunnin, sko. Var samt ekkert múin að hugsa svona nákvæmlega hvernig ég ætlaði að nýta þetta, en ég hugsa að ég finn leið til þess að nýta þetta. En svo bara einhvern veginn kynnist ég, eða ég ekki kynnist, ég reynda var búin að vera kunni á tannlæknastofu þarna og mjög góð vinkona minn, hún Amy Daries, hún tannlæknir og hún líka efnafræðingur og jógakennari og sitt lítið að hverju og hún frétti hvað ég var búin að bæta við mig í mínu námi og segir bara, veistu það, mér vantar svo mikið aðstoð með kúnana mína sem á stofunni, þetta svona heildræn tannlæknastofa og hún svona í rauninni átti þessa stofu með svona partner sem að fór bara í rauninni á eftirlaun og ætlaði bara sjálf þá að byggja upp þessa heildrænu tannlæknastofu og ætlar svona í framtíðinu að bæta við jóga og fleiru og spyr mig hvort ég vilji vinna með sér og taka fólk og hjálpa þeim með næringuna og jafnvel búa til kannski einhver æfingaprógram og eitthvað svoleiðis sem náttúrulega kannski frekar óþekkt inn á tannlæknastofu. Já, nákvæmlega. En ég byrjaði að vinna þar haustið 2022 búin að vera næstu 2 ár og bara að hjálpa fólki og ég tek blóðprufur meira að segja. Við notum Boston Heart Diagnostics blóðprufur, þannig að við erum að skoða hvað í gangi, hvernig statusin hjá fólki. Og hvað eru þið þá helst að skoða í blóðpröfunum? Við erum að skoða omega 3 og 6, við erum að skoða þríglýseríð, við erum að skoða í rauninni hemoglóbin A1C, við erum að skoða sem blóðrauði eða það rauninni blóðsykurstatus. Já, hemoglóbin, já, yfir síðustu 90 daga, hvernig ert að sigla inn í sykursýki. Fastandi blóðsykur, fólk það fastandi þegar kemur í blóðpröfum? Fólk kemur fastandi, já, við kíkjum líka á fastandi blóðsykur, fastandi glúkósa og þessa breytu sem hemoglóbin A1C til þess að sjá hvort fólk sé að sigla inn í sykursýki sem man alltaf verða mjög algengt í dag, bæði í Bandaríkjunum og annars þar í heiminum. Okay. Og svo skoðum við vítaminstatus eins og B-vitamin og D-vitamin og homocystin sem bólgufaktor líka og C-reactive protein og alls konar annað sem getur svona gefið merki hvernig líkaminn að starfa. Já. Og finnst þér algengara en ekki að það sé alltaf eitthvað að? Sérstaklega myndi ég segja, ég náttúrulega býð í Suðurríkjunum og við hefum ekki aðgengi að sjó og fólk ekki mikið að borða fisk. Það bara eiginlega undantekning þegar fólk borðar vel af fiski og ekki mikið að taka þá eins og lýsi eða omega 3 fitusýrur og þá statusinn á omega 3 frekar lélegur. Þannig að þetta eitthvað sem að hvað getur það gert ef þeir sem að hlusta vita ekkert ef okkur vantar omega 3 í skrokkin? Omega 3 svo mikilvægt fyrir heilastarfsemina, fyrir liðina og bara til að minnka bólgur í líkamanum til dæmis sem að, við erum alltaf að reyna að minnka bólgur og það skiptir ofsalega miklu máli að vera með góðan omega 3 status. Fólk með mikið af omega 6 en ekki kannski eins mikið af omega 3, það svona ójafnvægi milli þessara fitusýra. Þannig að ég að ráðleggja fólki út frá þessum blóðprufum hvernig það ætti að breyta mataræðinu og hvaða fæðutegundir hafa omega 3 sem við þurfum að taka í rauninni bæti efni líka, taka þá lýsi eða taka omega 3 og svo bara ráðleggja fólki að borða fisk og 2-3 viku, en það ekki allir tilbúinir í það. Nei. Akkurat, eins og hérna heima fiskur bara svo dýr. Það bara sorglegt, man langar að hafa þetta oft í matinn, en það bara Já, ég tók eftir því núna komandi heim til Íslands núna í 2 vikur. Ég hef farið í nokkra fiskbúðir og pantað með fisk, ég elska fisk sjálf. Hann hefur örugglega 2-faldast í verði síðan
þrefaldastjepil síðan ég bjó á Íslandi, sko. Þannig að þetta svona svolítið, þetta ekkit fyrir alla, þú veist, það ekkit ódýrt að lifa í dag. Nei. Þannig að fólk velur sér. Já, fyrir ekki. Finnur mun á því í Bandaríkjunum á Íslandi? Það ódýrara að versla í matinn úti? Sko, það var miklu meiri mun, það var alltaf miklu ódýrara í Bandaríkjunum, en ég myndi segja eftir COVID, þá munurinn að minnka. Það að verða mjög dýrt að búa í Bandaríkjunum í dag. Ég bara, sérstaklega ef ég tek bara dæmi, eins og íslenskur þorskur, getur keypt íslenskan þorsk í Whole Foods úti í Bandaríkjunum, sem þá bara frystur, en fyrir kannski 5 árum þá var hann 3 sinnum dýrari úti í Bandaríkjunum heldur en hérna heima, en nú kannski, ég myndi segja hann kannski helmingi dýrari, en ekki 3 sinnum dýrari. Já. En hvað finnst þér aðal svona, eitthvað sem stendur upp úr þeim sem að leita til einn, eitthvað heilsufarsvandamál sem þið tekur sérstaklega eftir? Svefn. Fólk vansvefta og ég held að fólk sé mjög, það bara svo mikið hraði í samfélaginu, ég held að samfélagsmiðlar hafi haft mikið að segja. Fólk mikið á samfélagsmiðlum og öllum plattformum á samfélagsmiðlum og að taka rosalega mikla streitu, eða að auka streitu hjá fólki og taka svefn frá fólki líka. Þannig ég sé bara fólk mjög svona, eins og ég segi, það bara úrvinda. Óbáslega margir sem ég tala við eru mjög úrvinda og bara orku litlir, sko. Og finnst þér hlýða ef þú segir þú þarft að bæta svefniðin? Það eru mjög margir áhugasamir að bæta svefnin og þeir gera sér grein fyrir. Ég tala hver einasti kunni sem ég tala við, ég ræði svefn og mikilvægi svefns alltaf, sko, og leiðir til þess að bæta svefnin. Já, viltu deila einhverju með okkur? Já, ég tala þetta heitir svefnregla 10, 3, 2, 1, 0. Okay. Og hann heitir Gary Brecka sem ég búin að fylgja og hann býr þarna úti í Suðurríkjunum og hann talar í rauninni að þú þurfir að forðast kaffín í 10 klukkutíma áður en þú ferð að sofa. Það ein reglan og svo 3, það í rauninni bara að forðast að borða bara þunga máltíð og forðast náttúrulega bara áfengi 3 tímum áður en að fara að sofa. Svo þetta 2 er rauninni bara 2 tíma áður en að fara að sofa, ekki vera að taka tölvuna upp í rúm og ekki vera í raftækjum í rauninni og rauninni 1 þýðir rauninni að forðast all raftæki í rauninni. Það bara þessi þetta blue light eða exposure eða það getur haft neikvæð áhrif á svefnin. Að nota þá bara heitir blue light blockers, svona gleraugu til þess að vernda augun og svo bara forðast iPada og símanotkun klukktíma fyrir svefnin. Og 0 sem ég sjálf að vinna í, það zero snoozing. Það ekki að snúsa á morgnana, bara setja bara klukkuna þegar að alarm eða vekjara klukkuna á þegar þú ætlar að hoppa út úr rúminu og reyna að vinna í því í staðan fyrir að snúsa í 30-40 mínútur. Snooze you lose, algjörlega. Af hverju á maður ekki að snúsa? Það engin gæði í svefninum eftir að þú snúsar. Þannig að það bara miklu betra að reyna að ná þá þessum fulla svefni eins miklum og þú getur og byrja daginn bara svona hafa bak við eyrað að það engin gæði eftir að þú ítir á snústakkan, sko. Nei. En svo hefur verið að gera aðrar mjög áhugaverða mælingar með þungamálma. Já, við notum skanna. Þetta mjög áhugavert, hún kynnti þetta fyrir mig, hún Dr. Derry sem ég vinn með. Þetta skanni sem kemur frá Luxemburg og þetta bara svona handarskanni. Og þetta heitir spectrophotometry. Þetta svona, notarinni svona bylgjulengd ljós og þessi skanni, hann að skoða upptöku vítamína, steinefna og málma í líkamanum, þungamálma í líkamanum sem við erum eiginlega uppfull af. Því að bara heimurinn frekar mengaður, sko.
og þannig ég tek heilsufarssögu hjá fólki og ég þarf að vita í rauninni blóðflokk fólks, hvort það sé A, B eða O og setja inn ákveðna svona parametra inn í tölvuna og út frá því skanna ég lóan á fólkinu og síðan fæ ég í rauninni bara nokkrum, ég myndi segja mínútur síðan fæ ég bara útprentaðar niðurstöður sem segja til ef þú ert með ofgnótt eða skort á vítamínum eða steinefnum og svo þungamálmum. Og þetta hjálpar ofsalega mikið vegna þess að við erum að taka silfurfyllingar á munni eða tannlæknirinn að taka silfurfyllingar á munni og þetta hjálpar við svona upplýsta ákvörðunum hvort það sé virkilega þörf á að taka þessar fyllingar vegna þess að þegar þessir málmar sem í fyllingunum sem þá kvikasilfur, silfur, tin og kopar fara inn í vefina, það getur valdið alls konar Eru þær að leka, sem sagt? Já, eftir ákveðin tíma þá bara þegar þú ert að gnýsta tönnum til dæmis þegar þú fer að sofa eða á daginn að þú stressaður til dæmis eða svoleiðis þá fara þær að brotna niður og fara inn í vefina og þessir málmar geta valdið ofboðslega mörgum svona heilsufars vandamálum hvað sem það þú veist erfiðleikar við að ná einbeitingu, þeir geta haft áhrif á svefnin, þeir geta haft áhrif á orku fólks þannig að þetta hjálpar við þannig að brýn þörf á að taka til dæmis þessar fyllingar úr hér og nú eða ekki. Því að þessi málmar fara aldrei úr líkamanum eða eitthvað? Það mjög erfitt að ná þeim úr líkamanum. Er það hægt? Það er hægt með ákveðinu svona næringarplani. Þannig ég skrif upp ákveðið svona næringarplan og svona hjálpa fólki við hvað sé best til þess að losa þessa málma úr líkamannum eða þá bara vísa ég fólki til svona heildrænna lækna í kringum mig hérna í Roswell og Alpharetta þar sem við búum og þá fer það bara í rauninni svona IV meðferð eða svona meðferð í æð og fær svona heitir chelation therapy. Þetta er svona afeitrunar meðferð í rauninni og þetta er svolítið töff, myndi ég segja, fyrir sumir geta ekki höndla þetta. Bara lyfjameðferð eiginlega? Já, þetta er svona til þess að reyna að ná þessum málmum út, sko. Er það þá bara fólk sem er þá mjög illa haldið af þessum? Já. Er einhver algengar en annað? Ég sé ofboðslega mikið áli. Áli? Ál er alveg ofsalega algengt. Er það dósirnar sem við erum að drekka úr eða? Það eru dósirnar, það eru í rauninni bara áhöldin sem við notum þegar við erum að elda og pönnur og pottar. Er teflon eitthvað sem þú getur mælt eða? Við mælum ekki beint teflon, nei. En við svona rálegjum frekar bara nota þá eins og ryðfrítt stál til dæmis. Annað sem að þú getur fundið ál í bólusendingarlyfjum. Þú finnur ál í snyrtivörum og í svitalyktareyðum. Þannig að það er ofboðslega mikið í bara daglegum vörum sem við erum að nota. Þannig að ég svona er að reyna að hjálpa fólki hvernig getur þau tekið álið út. Veistu, stendur það utan á vörun? Sumum og sumum ekki. Nei. Það er svolítið svona erfitt að finna út. Það er ekki alltaf, sko. En er einhver matur, það er ekkert sem inniheldur ál? Nei, en sumar vörur er náttúrulega í áldósum og álumbúðum. Þannig að reyna að forðast það. Ég með nokkra kuna sem hafa bara algjörlega skiptið yfir í gler til dæmis, en ég meina það er dýrt. Þetta er náttúrulega auðveldara og ódýrara að nota ál, sko. Þannig að og það er ákveðin app sem fólk getur notað í rauninni, ef þú notar svona slang. Það heitir Think Dirty. Það er í rauninni app þar sem þú getur skoðað hvort að þú sért með góða vöru eða ekki, hvort það sé of mikið af aukaefnum í vörunum sem þetta nota. Og það er annað app sem heitir Yuka, UKA, og þá getur þið bara skannað strikamerkið á vörunni sem þú ert kannski að fara að kaupa þér og það getur gefið svona eins og ég segi svona einhvern grænt ljós eða rautt ljós, já. Þannig að það er svona ákveðin hluti sem við getum notað í daglegu lífi til þess að velja góðar vörur. Já, þetta er mjög áhugavert. Að ég held nefnilega að fólk gerir sér engan veginn grein fyrir því að það sem við erum að innbyrða, það fer aldrei aftur út. Nei, ég veit að maður þarf að eiginlega bara að sumt, sem sagt. Já, maður þarf
hugsa líkamann eins og musteri liggur við, sko. Maður á að næra líkamann, alveg sem maður næri sáluna. Maður þarf að næra líkamann af góðum efnum og velja lífrænt eins og maður getur. Ég sé þér margt gott hérna við Ísland þegar ég kem hérna. Það svona miklu hreinni matur, myndi ég segja. Þannig að gaman að sjá það. Og svona vatnið alveg æðislegt. Við getum ekki drukkið vatn úr krana til dæmis út í Ameríku. Við þurfum að panta vatn og fá það sent heim að dyrum og þannig að þetta sé hreint vatn sem við erum að neyta og þetta dýrt og bara, ég held að fólk gerir sig ekki grein fyrir hvað þetta mikið lífsgæði að hafa þetta vatn með steinefnum sem bara alveg, já, upp á 10. Einmitt. Og bragðgott. Já, algjörlega. Wow. Ok, og hvað, gætirðu lýst bara svona dæmigerðum vinnudegi? Já. Sko, ég að vinna 4 daga vikunar, mánudaga til 50 daga. Dagurinn byrjar einhvers staðar á bilinu 7:30 til 8. Og ég með ákveðna fasta kuna sem koma bara í næringarþjálfun og næringar svona... það klukkutíma viðtal eða? Já, þetta oftast klukkutími og við förum við stöðuna og ég bý til, við gerum okkur kannski 3-4 markmið á viku og við erum að ganga skuggum að fólk að ná markmiðunum sínum. Hversu reglulega komaðu þá til þín? Oftast á 2 vikna fresti. Og sumir þurfa meira aðhald en aðrir. Ég byrja oftast á því að taka náttúrulega heilsufarssögu því ég sé kúnan fyrst. Ég tek oftast blóðprufur þá gegnum Boston Heart Diagnostics eða Oligo skanna og skoða þá kannski vítamínstöðuna og steinefnastöðuna og þungamálmastöðuna og svona gef ráðleggingar hvað má fara betur af því að þú veist það margt sem að oft bara skortur á D-vitamíni þetta að laga það með að taka bætiefni og skortur á B-vitamínum sama og ég tala hvar þú getur fundið B-vitamín og D-vitamín í fæðunni og svo stundum tek ég líka svona það heitir munnvassýni og þar erum við að skoða 5 áhættumestu bakteríurnar í munninum sem geta verið tengdar við þá það meiri líkur til dæmis að þú ert með ákveðna bakteríur að þú fáir þá liðagykt eða krabbamein eða Alzheimer eða aðra sjúkdóma og þá erum við að sjá hvernig getum við lækkað þessar bakteríur í munninum og þá notum við ákveðna aðferði til að lækka bakteríurnar og svo skoðum við aftur Má ég forutnast hvernig aðferði það eru? Þau eru ekki margir að hlusta sem spói því líka. Ertu að meina aðferði til þess að... Já, lækka bakteríurnar. Já, sko það fer eftir því hvaða bakteríu þú ert með. En þá notum við til dæmis, það fer eftir því sumir þurfa á lasermeðferð að halda og það þarf að nota svona eins og staðbundið sýklalyf inn í svona djúp hólur eða svona hólur í munninum. Þetta allt framkvæmt á þessari tannlæknastofu? Já. Og svo eru þá kannski eins og ákveðna svona probiotics sem að fólk þarf að nota fyrir ákveðna bakteríur. Það eru svona jóð, svona munnskól sem við stundum mælum með, stundum það sink. Það fer í rauninni eftir því hvað þetta bara algjörlega einstaklega sem við fáum svona í rauninni niðurstöðunar og svo fáum við í rauninni skrifað upp á hvað best fyrir þessa bakteríu í rauninni. Það svona ákveðin kannski 5-6 hlutir sem fólk getur þá bætt. Eitt sem að mér hef fundist áhugavert, ég lærði þetta fyrir svona kannski 2 árum, þetta að skrapa tunguna og þetta nota ég svona Ayurveda medicine og þetta gott fyrir okkur? Þetta óbáslega gott, þetta lækkar bara bakteríurnar í munninum og sýrustigið í munninum og sérstaklega eftir þú vaknar á morgnana þá þarftu að skrapa tunguna áður en þú byrjar að bursta tennurnar þannig að reyna að hafa svona tungu svona sköfu við hliðina á vaskinn með rennandi vatni gera þetta í 1-2 mínútur á morgnana og ná þessari biofilm, þessari filmu af tungunni þetta bætir bara munnheilsuna og bara svona bad breath vanda lykt í munni hækka sýrustigið og bakteríurnar í munninum og best ef þú getur gert það 2 á dag og þetta meira segja hefur áhrif á ef fólk í áhættuhóp fyrir hjart- og æðasjúkdómum
það sagt að í rauninni þú náir, ef þú nær þessari filmu af tungun, þá lækkar líkurnar á því að þú fáir í rauninni svona arteriosclerosis eða svona herslismyndun eða inn á æðarnar þannig að það líka lækkar líkurnar á að þú fáir hjarta- og æðasjúkdóma. Já, ok. Þannig að bara þetta einfalda tæki. Ok, allir að fara að kaupa sér tungusköfu. Já, þannig að svona litli hluti sem að geta verið mjög áhrifamiklir. Ok, vá, en áhugavert. Já. Eftir ég var búin að taka upp þáttinn þá fór ég aðeins á stúfana og ég komst að því að gömm sem einmitt vara sem heilsuhillan með einmitt með svona tunguskur og alls konar góðar vörur fyrir munnheilsu eins og millitannabusta, tannþráð, tannbusta og geggjaðan rafmagnstannbusta sem ég var að prófa í fyrsta skipti í gær og hreinsar alltaf 50% betur á milli tannana. Það sko aldeilis almennlegt. Og langflestar vörur heilsuhillunar fást í Netto. En hvað heilsa fyrir þér? Heilsa margþætt. Þú þarft að hafa jafnvægi. Ég held að jafnvægi sé svona lykilatriðið bæði á líkam og sál. Þú þarft að næra andlegu hliðina, líkamlegu hliðina. Þú þarft að umkringja þig á góðu fólki, vera umkringdur góðu fólki sem gefur þér orku. Þú þarft að næra líkamann og hugsa mann eins og musteri, myndi ég segja. Og alltaf hreyfa sig á hverjum einasta degi. Og svo myndi ég segja að svefn eitt af lykilatriðunum fyrir góðri heilsu. Það ofsalega mikilvægt að ná góðum svefni af því að það svona undirstaða dagsins. Hvernig heldur þú þessu jafnvægi? Hvernig hugsar þú heilsuna þína? Ég reyni eins og ég get að halda þessu jafnvægi. Ég myndi segja að ég hreyfi mig á hverjum einasta degi. Ég bæði að gera mjög mikið, ég myndi segja ég gerir mikla styrktarþjálfun. Hún mjög mikilvæg fyrir konur, sérstaklega eftir 35-40 ára að styrkja sig og ég geri þetta örugglega 4 sinnum í viku, svona styrktarþjálfun. Og svo náttúrulega reyni ég að hugsa andlegu heilsuna líka. Ég fer í svona meditation. Hugleiðslu, já. Og ég að reyna að bæta meira núna við jóga, svona hot jóga, sem náttúrulega bara ofboðslega gott fyrir að bara hreinsa líkama og sál. Og svo bara eins og ég segi, vera góður við náungan og alla í kringum þig og það svona það sem skiptir máli, sko. En með styrktarþjálfunina, við vorum aðeins búin að ræða áður en við byrjuðum að taka upp. Þú varst að tala að eftir 35 ára þá fyrir vöðvarnir okkar bara að rýrna. Þeir fara að rýrna og eiginlega eftir, 30, við missum í rauninni 5% af vöðvamassa á áratug eftir 30. Þannig að það skiptir ofboðslega miklu máli að við séum ekki að missa mikinn vöðvamassa. Og þess vegna styrktarþjálfun svo mikilvæg. Og líka fyrir sko upp á beinheilsuna. Af því að við beinheilsan, henni hrakar í rauninni og líka eftir fertið sérstaklega þegar konur fara á breytingaskeiðið. Þegar estrogen magnið minnkar í líkamannum. Skiptir ofboðslega miklu máli að stunda styrktarþjálfun fyrir beinheilsu og vöðvaheilsu. Og svo eins og ég segi, ég tala mikið í næringarþjálfuninu minni að taka eitt góðu styrktarþjálfun og svo líka næra líka með góðu próteini. Og við tölum að taka 1 gram af próteini per í rauninni líkamsþyngd í pundum á dag. Þannig að það svolítið erfitt oft fyrir og sérstaklega fyrir konur að ná þessu markmið, að ná þessu próteinmagni á dag til að halda góðum svona muscle protein synthesis eins og það kallast á ensku, sko. Þannig einhver sem 60 kíló þarf þá 130 grömm af prótein á dag. Það svolítið mikið meir en það svolítið mikið. Oft talað sko. Já. Maður har heyrt þetta fyrir íþróttafólk en kannski ekki almennilega fyrir almenning. En fyrir konu, sérstaklega 40 ára pluss, þá það rosalega gott að setja sér það markmið að ná inn þessu próteinmagni á dag. Bara upp á heilsu, sko, og vöðvaheilsuna. Og það skiptir mestu máli að fá gott
í rauninni prótein í fyrstu máltíð dagsins. Sammála því. Þegar þú í rauninni byrjar daginn og það eru ýmsar leiðir til þess að ná góðu að fá gott prótein. Til dæmis, ég byrja daginn minn á góðum próteinshake. Hvað setur í hann? Minn próteinshake það er 24 grömm af prótein í 100 grömmum í þessu próteindufti sem ég nota og þú þarft alltaf að hugsa að reyna að fá lúsín. Lúsín er ein af þessum essential amino acids sem að líkaminn þarf að halda og þú þarft að stefna á að reyna að fá að minnsta kosti 2500 milligram af lúsíni inn í þessu próteini sem þú þarft að fá á dag. Og svo nota ég annarkvort möndlumjólk eða kókosmjólk. Ég nota avokado til að fá góðar svona fitusýrur og svo nota ég íslensk skyr, svona við fáum út í siggaskyr. Já. Þannig við reyna að fá meira prótein inn þar sko. Og svo nota ég þessi fræ eins og hempfræ, chiafræ og flax seeds. Já. Og svo set ég stundum hnetusmjör, það er svona minn veikleiki, ég elska hnetusmjör og svona smá kannski spínat og ber. Já. Veikleiki, ég held að það sé bara fullkomlega bara mjög gott. Ég get bara þetta með skeið, mér setja alveg æðislegt. Og svo er lax náttúrulega góð uppspretta prótíni. Þeir tala í rauninni, þegar við erum að tala fisk sem hefur gott omega-3, þá er það called the SMASH diet. SMASH stendur fyrir salmon, það er lax, makríll eða mackerel og A stendur fyrir ansjósur og S-ið er sardínur eða sardines og herring er það síld? Já, þannig þetta er svona omega hæstu fisktegundina sem þú getur fundið. Það er þetta SMASH diet. Þannig að það er með skóleið og svo kotasæla og egg náttúrulega, 3 egg ef það er 18 grama prótíni til dæmis, eggjahræra og setja það er góð harðfiskur og rækjur harðfiskur og rækjur ostur og mast, einmitt. Þannig að bara ég ráðleika alltaf fólki að tikka í öll bóksin í hverju máltíð. Þú veist, er ég með prótín í máltíðinni, er ég með fitu í máltíðinni, er ég með trefjar og er ég með kolvetni. Þú veist, ef þú hugsa bara ímynduð box, þá ertu alltaf að fá prótín í hverju einstu máltíð og millimáli. Já, algjörlega. Bara ímyndur og sérst að tikki boxi. Það er svo auðvelt að fá kolvetnin sko, en erfiðar að finna allir góðar fitustýrur, gott prótín og svo trefjarnir eru ofsalega mikilvægar og fólk þarf að fá að minnstakosti 25 grömm af trefjum á dag og fólk er ekki að ná því. Þannig að það er bara fyrir þarmaflóruna og meldinguna. Algjörlega sko, algjörlega. En hvað myndir þú segja að væri svona þitt besta heilsuráð? Mitt besta heilsuráð? Ég myndi segja að konur ekki vera hræddar við að lyfta til dæmis. Við verðum ekki svona bulky eða þannig eins og menn. Við erum ekki með þetta testosteronmagn eins og karlmenn og bara flott að vera sterkur og styrkleiki að vera með góðan vöðvamassa er virkilega hjálpar okkur ef við til dæmis lendum í því að verða veik eitthvað tímann á ævinni. Þannig að styrkja sig, umkringja sig góðu fólki, vera með gott fólk í kringum sig og svefnin, einbeita sér að svefninum. Ég nota svona trakkar, heitir Oura-hringur. Og ég fylgist mikið með svona skorinu mínu á hverju minnsta degi. Þannig ég reyni alveg bara að leggja ofur áherslu á svefnin sko. Svo hafa verið pínu skiptar skoðanir með svona að spá of mikið í þessum tölum. Fólk fara stundu bara á heilan. Sumir fá kvíða sko. Þá er betra að sleppa úrunu eða hringnum. Ég hlustaði mikið á Matthew Walker, sérfræðing og hann talar bara, kannski þarftu bara að kíkja á tölunina einu sinni í viku. Ekkert vera að byrja daginn að taka upp síman og skoða skorið þitt sko. Ég svafi ömulega. Já, það fyrir bara hefur áhrif á allan daginn sko. Þannig að bara kíkja kannski einu sinni í viku og sjá svona hvernig þú ert á grafinu og hvernig þú ert að standa þig og kannski þú ert að bæta eitthvað og þannig að svona, ég hlusta mikið á Matthew Walker, hann kemur með góð ráð. Mér finnst sko, nú er algjör forréttinda pési búin að vera í löngu og góður sumarfríi því ég er kennari,
En mér finnst alltaf þegar ég vakna sjálf við enga vekjaraklukku, það finnst mér besti svefnin. Já. Þú veist, ég kann ekkert lengur að sofa eitthvað mikið út. Nei. En maður finnur maður svona að byrja að létta svefnin og sofa lausar svona undir morgunin og svo vakna maður sjálfur og þú veist, ef ég þarf að mæta einhvern þannig að stilla ég klukku. Já. En ég finn að þegar maður er farin að vakna svona rétt á undan klukkunni, þá líður manni bara rosalega vel. Já, það skiptir svo miklu máli. Það er svolítið mikilvægt að reyna að bara temja sér það að fara í hérna háttin á svipuðum tíma. Já. Þannig að þú vitir að þú færð alltaf 8 tíma svefn. Já, og það er bara þetta í rauninni munstur að reyna að halda svefntímanum þeim sama á virkundum og svona sirka helga. Einmitt. Af því þú veist eins og hann að Matthew Walker voru að segja, hann bara svona að þú ert alltaf að vakna ofur snemma á virkundum og svo sefur út kannski 3 tíma meir helgar, þá líðir á sunnudegi eins og þú sérst að fara yfir tímasón sko, frá LA til New York og það hefur áhrif á líkamann líka sko. Þannig að svona reyna að hafa consistency eða svona reyna að halda þessu svolítið svona halda reglu á svefninum og ég tala svolítið mikið svona reyndi kann segja mig að þú sérst að fara alltaf að sofa klukkan 11. Reyndu í eina viku að fara að sofa klukkan 10:30. Gerðu þetta í eina viku, sjáðu hvernig þið líður. Og ef það gengur ofsalega vel, þá reynir að fara að sofa kannski klukkan 10. Það er talað að skiptir ofsalega miklu máli að reyna að ná eins miklum svefni og þú getur fyrir miðnætti svona til að ná þessum djúpsvefni. Ég finn það er erfiðar á Íslandi á sumrin. Já. Það er svo auðvelt að vaka til miðnættis af því að það er bara allt bjart og allir úti. Já, þetta er svolítið erfitt að einmitt. Ég finn það alveg núna bara hafandi verið hérna í 2 vikur sko. Og hérna, ég verið með alveg svona dökk gluggatjöld og það hjálpar ofsalega mikið. Og hérna, en já, við vorum einmitt hérna að koma frá Akureyri og klukkan hérna eftir miðnætti bara trúðum ekki að það væri ennþá nótt. Þannig að krakkarnir tala mikið um það. Já, akkurat. En aðeins bara pínu aftur að vinnunniðinni. Já. Finnst þér þú vera komin í draumastarf? Já, mér finnst þetta algjört æði. Mér finnst svo gaman að geta nota sko hjúkrunarfræðina sem að ég lærði hérna á Íslandi og svo að nota þarna næringaþjálfunina og engaþjálfunina og hérna, já, ég hitti kuna líka utan vinnunar ef ég hef tíma, en þetta er ekki mikil tími eftir þegar maður er með heimili og 3 börn og í vinnu, sko. En hérna, já, þetta er bara draumur, sko. Þetta er bara æðislegt að geta þá miðlað til fólks og ég elska þegar fólk kemur tilbaka og segir bara ég sef betur, ég er betri manneskja, mér líður betur, ég bara, það er ekki alltaf spurning kílóafjölda eitthvað svona, en bara fólki líður bara betur í eigin skinni og það er hamingjusamara, þannig að þá er bara markmiðinu náð. Já, æðislegt. En eru þið eitthvað að vinna með, þú veist, andlegu heilsuna þeirra? Af því hún skiptir svo óbúslega miklu máli líka. Já, við tölum mikið öndun og öndunaræfingar og svo leiðis, þannig að við erum svolítið svona að tala það líka og hérna, maður finnur alveg með kúnan okkar þetta, það er bara eins og sé margir undir miklu álagi og við miðlum þá og segjum þeim hvert að fara, til þess að þau þurfa að fara þá í jóga og tölum með mikilvægi jóga og bara hugleiðslu til dæmis og er margir sem að bara græða mikið á því, sko. Já. En finnst fólk ekkert skrítið að það er að koma til tannlæknis og svo kannski, heyrðu það þarf að gera hérna fyllingu og viltu fara í næringarþjálfun? Eða skilur þau? Sko það er alltaf konsult, sko málið er það að ég sé þessa föstu kuna mína á áskrifstofunni og svo þegar að koma nýjir sjúklingar þá fá þeir 15 mínútna viðtal með mér. Ok, það sem ég kynni þjónustuna, ég tala í rauninni, ég geti hérna tekið þessar ákveðinu blóðpröfur og fólk getur komið með uppástungur líka, þú veist, af því það eru ákveðinu svona, heitir svona blóðpanelar eða þannig, það er svona Women's Health Panel, Men's Health Panel, þá erum við að taka líka hormón hjá fólki þegar sérstaklega fyrir að breytingaskeiðið eða þá næringar heitir Nutrition Wellness Panel og svo tölum við þennan skanna, þennan handaskanna sem ég talaði þennan ólíkóskanna og fólk hefur mikið áhuga því, alveg ofsalega mikið áhuga að geta gert það bara í rauninni samdægurs og labað út með þá hérna hafsjó af upplýsingum hérna og eftir það þá fylgið þeim eftir kannski 2 vikum seinna og svo einmitt þetta munnvassýni sem við erum að taka núna, þú veist að skoða þá bakteríuflóruna í munninum sem getur þá haft áhrif á ef þú fær þá sjúkdóma síðar á lífsleiðinni og við erum núna einmitt að taka upp nýtt munnvassýni í gegnum Boston Heart þar sem við erum að skoða í rauninni áhættu þætti fyrir ákveðum krabbameinum. Ok.
og það eitthvað sem að koma inn núna í haust. En finnst fólk geta ekki oft eitthvað yfirþyrmandi? Það fær svo mikið af upplýsingum. Sumir, það fer í rauninni eftir kunnunum, en það við erum á svona heildrænni tannlæknastofu, þar sem fólk svona meira svona, kannski opið fyrir þessu. Það að koma, það finnur, það að leita svona eins og svona heildrænni svona tannlæknirunni sem gerir alltaf svona heilsusamlegan mát, eins og tekur þessar silfurfyllingar til dæmis á notar svona smart protocol, heitir smart protocol, og tekur þessar silfurfyllingar án þess að í rauninni þessir þungamálmar fara inn í vefina, það notir ákveðin aðferð til dæmis. Og það er svona, og þetta spyrst bara út, fólk vill kannski meira svona heildrænt. Já. En segjum bara einhver kemur til einn með bara allt í skralli og þú ert búin að tala að svefnin sé bara lykilatriði, en hvað annað myndirðu byrja að ráðleggja fólki? Ég veit þetta er náttúrulega einstaklingsbundið, ég veit það, og þetta eru rosalega mörg test sem þú ert að gera. Já. En er eitthvað svona sem þú sér svona rauðan þráð að er svona gott að byrja á ef fólk vil bæta heilsuna sína? Það er til dæmis að ná í rauninni að næra sig, það er margir sem eru með vökvaskort, þannig að við tölum hvað fólk er að drekka mikið af vatni. Ég tala hvernig er fólk að hreyfa sig, og margir sem eru bara ekkert að hreyfa sig, og þegar það er hreyfing þá er alveg, já, ég fyrir út með hundin og kannski einu svona á dag, en það er ekkert meira en það er engin styrta, það er rosalega mikið af fólki sem er ekki bara að gera neina styrtaþjálfun til dæmis, þannig ég svona tala mikilvægi styrtaþjálfunar, og svo tala ég bara, já, ertu þú veist, í ykkur svona félagslífi, ertu með fólk sem getur aðstofað þig eða svona, þú veist, margir eru bara einmanna. Ég veit það. Þannig stundum lendi ég í að vera bara hálfgerður sálfræðingur. Akkurat. Og ég er með fólk bara á öxlinni hjá mig bara í svona smá svona sáluhjálp, sko. Er erfitt að setja mörk? Að hleypa fólk ekkert á nálagt? Nei. Ég kann það. Ég kunni það alveg svona. Ég er svona ákvæmst stundum erfitt með að setja með tímamörk, af því að ég vil gefa fólki allan tíma sem ég get, sko. En þá bara stundum þarf maður að segja fólki að koma það aftur bara, þú veist, næstu viku eftir 2 vikur og taka upp þráðin aftur, og ég gef alltaf færi á að hafa samband við mig bara í tölvupósti. Þannig að ef það er eitthvað sem við náðum ekki að klára þann daginn, þá bara tökum við upp þráðin og það getur alltaf haft samband við mig. Má ég forvitnast hvað svona þjónusta kostar í Bandaríkjunum? Er þetta algengt eða er þetta eina stofan sem þú veist um? Þetta er eina stofan sem ég veit um í Georgíufylki sem gerir þetta, sko. Og þetta er bara, já, það fer eftir því hvernig í rauninni þjónust, eða þú veist, hvaða próf þú ert að fara að taka, hvert próf kostar x mikið, skilurðu. En fólk er að borga þetta úr eigin vasa, þetta er ekki borga af tryggingum eða neitt svoleiðis. Þannig að þetta er kannski, þú veist, þessi klukkutími er kannski $200 cirka, myndi ég segja. Og svo fer eftir hvort að fólk er að fá kannski næringprógram, þjálfunaprógram, þannig þá er ég með ákveðin svona verðlista. Akkurat, já, náttúrulega mér getur mörgulega verið með heilan þátt bara heilbrigðiskerfi Íslands og Bandaríkjanna. Þau eru svo ólík og ég hef oft heyrt að það er erfitt að, þú veist, ef þú ert að sækja vinnu í Bandaríkjanum þá reynir að finna vinnu sem er með health insurance, er það ekki rétt? Það er alveg satt, sko. Tryggingar eru ofboðslega dýrar í Bandaríkjanum. Og þú þarft alveg að hugsa um það, sko, og einmitt að finna þér vinnu þar sem að þeir gefa þér heilsufarstryggingar, sko. Ekki nema að hafi maka og hans vinna styðið þig og þú fær heilsufarstryggingar í gegnum þinn maka. Það er stundum máli, sko. En já, þú þarft algjörlega að hugsa um það. Það er ekkit ódýrt að lifa í Bandaríkjunum, skal ég segja þér. Nei, einmitt. Og eins og, þú veist, að borga af húsum og hita og rafmagni, er það ekki alltaf dýrara en á Íslandi? Það fer eftir hvar þú ert í Bandaríkjunum. Já, auðvitað, hvert fylki er náttúrulega bara eins og heilt land. Já, algjörlega. Þannig að í Georgíu, það er bara eins og ég segja, allt hækka og sérstaklega eftir COVID, þá hefur bara allt hækkað mjög mikið. Og bara matvara, bensín, tryggingar, símakostnaður, allt saman hefur hækkað, sko. Ég tók svolítið eftir ég var í fríi núna á Flórida og ég veit að Flórida er kannski svolítið líkt Suðurríkjanum að mikið svona skyndibitamenning. Já,
það var mesta sjokki þegar ég flutti út. Það var einmitt að finna mér svona flotta, svona heilsu miðaða veitingastæði. Chipotle og svona. Já, það eru bara náttúrulega allt svona djúpsteikt. Þegar ég flutti það var bara allt djúpsteikt. Mér fannst það bara, ég veit það ekki, þú veist, maður fór og kannski keypti sér einhverja nautastekur og svo flott og þú veist, það var bara alveg pínu dýrt að versla góðan mat. En svo kannstu fengið á Wendy's eða Burger King, kannstu fengið fyrir $5 hambúrgara, nagga, franskar og gos. Fyrir $5. Það var alltaf eitthvað svona $5 tilboð. Og ég hugsaði bara, það hefur engin gott af þessu, þú veist, þegar þetta fæða heila fjölskyldu, þá er oft auðveldara að fara í gegnum bílalóguna og bara ná þeir í eitthvað að McDonald's eða Wendy's. En þá koma, þú veist, alls konar heilsufarsvandamál í kjölfarið. Fólk veit það ekki. Það er svo fáfrátt upplifi ég. Og það er margir sem halda bara allt diet sé holdt. Ég bara man eftir því ég var í heimahjúkrun og var fara þarna í vitjanu til fólks. Varstu því mörg ár? Ég var þar frá 2012 til 15 þegar að hérna yngsta dóttir mín fættist og ég fór í vitjanir og var í rauninni bara svona hérna hjúkrunarfræðingur með í rauninni og tók blóðprufur og setti upp þvægleggi og gerði allt milli heimins og jarðar sko. En hérna svo fór maður einmitt að skoða þú veist sykurstatusinn og hérna gefa fólki insúlín og svoleiðis og það voru margir með sykursýki sem ég heimsótti og það var ofboðslega mikil fáfræði hjá sjúklingahópunum mínum. Þannig ég þurfti að byrja bara frá byrjun og þeir leiði mér að skoða í þú veist matabúri sitt og það var allt svona, hvað segir maður, ultra processed svona. Já, gjörunnin matvæli. Já, og það var svolítið mikið sjokk og fólk sagði já, ég er alltaf bara að drekka diet kóka, því að diet er svo holdt. En ég held bara, heyri, nú þurfum aðeins að bakka hérna og þá bara þurftum við að fara í rosa fræðslu með í rauninni bara öllum fjölskyldumæðlum af því að amman og mamman var báð með sykursýki og svo náttúrulega börnin sjá og monkey sees, monkey does og hérna, þannig að við þurftum að fara í bara heila fræðslu fyrir heila fjölskyldu. En hvað það er samt mögnuð heimaþjónusta? Þú getur fengið þetta, þú veist, þetta er náttúrulega bara af því að þú ert hjúkrunarfræðingur en nei, ég segi að þú ert hjúkrunarfræðingur en af því að þú hafðir þessa auka menntun og þekkingu, gast þú frægt. Það geta þetta ekki allir. Nei, þetta var bara svona eins og ég segi, það fólk einhvern veginn kunna að meta þetta þegar það fekk þessa auka fræðslu. Þetta var ekkert svona í minni starfslýsingu ég þyrfti að gera þetta en maður þarf að hugsa grunn, hvernig ert að næra líkamann? Það er geggja. Sérstaklega komin með, þú veist eins og sykursýki. Já, nákvæmlega. Er eitthvað sem ég er að gleyma að spyrja starfið þitt? Eitthvað sem að þú ert líka að gera sem ég er ekki búin að spyrja Eitthvað fleira? Eða eitthvað, veistu eitthvað svona skemmtilegt dæmi þar sem þú gast bætt heilsu einhvers alveg svakalega með einhverjum ljósaperumómenti eða Já, ég hef hjálpað náttúrulega ofboðslega mörgum með svefnin og bara ráðlagt þeim með, þú veist, aðferði til þess að bæta svefnin og þá hef ég, þú veist, skoða eins og ég segi, notað hennan skanna, séð magnesium statusin í líkamannum sem eru til dæmis með mjög lágt magnesium og magnesium til dæmis getur hjálpað fólki ofboðslega mikið með svefnin. Er það einhver ákveðin tegund af magnesium? Það er svo margar. Það er svona magnesium sem ég ráðlegg mörgum, það fer alltaf eftir einstaklingi og allt þetta, er sem hefur citrate og bisglycinate og það er svona kombo, svona útgáfa af magnesium og taka í rauninni magnesium 2 tímum áður en fara svo ekki bara taka þetta á náttborðinu og fara svo bara að loka augunum og halda þetta bara bara sofnir leið og þannig að það er svona ráðleggja fólki með magnesium margir sem hafa komið til mín og verið tekið ákveðna svona eins og ég segi tekið virkilega á svefninum og komið svo til mín kannski eftir 2 mánuði og bara þetta breytti lífi mínu, ég er bara með líði betur, ég er betri mamma, ég hef meiri orku, ég er bara jákvæðari, þannig að það er til dæmis dæmi og svo hef ég verið með unga einstaklinga sem hafa komið í blóðprufur og næringarþjálfun og fólk með þunglindi sem að bara einrauninni líður betur í dag, náði af sér aukakílóum, fann bara eins og ég segi meiri lífsvilja og orku líka sko og bara tók sér til í mataræðinu
og svo hefði það áhrif á fjölskyldumeðlimi líka, sko. Já, magnesíum náttúrulega bara eitt af mikilvægstu steinefnum líkamanns og líka bara nöðsynlegt fyrir eðlilega starfsemi, hjarta, vöðva og taugakerfisins. Algjörlega. Og ég hef aðeins verið að nota vörur frá Better You. Já. Æðislegar, það er til alls konar, það er til flögur sem þú getur sett út í baðvatni eða heitapottin, það er með þess að til spray og töflur og alls konar og svo náttúrulega bara margar tegundir af magnesíumi en ég bara mæli með fyrir alla að skoða og magnesíum og þessar vörur fást nú flestar í heilsuhillum Netto mér segja sem er einna samstarfsaðalum mínum. Já, æðislegt. Það er æðislegt, sko. Já. En við erum nú búin að fara víðan völl, en er eitthvað sem að þið langar svona að segja að lokum? Eitthvað sem að við erum að gleyma? Ég myndi bara segja, sko, fyrir Íslendinga bara ekki gleyma lífsgæðunum sem að við höfum hérna. Náttúrulega bara er svo margt gott við Ísland. Og bara hreinleikin og náttúran og orku uppsprettur og vatn og svona, þetta er eitthvað sem maður bara hugsa ekkert daglega, sko. Og minnst fólk vera ábúrslega svona náið hérna. Ég finn það afslega mikið, ég kem hérna núna einu svona ári og mér finnst eins og maður bara missi ekki af nein, eða maður næra að taka upp þráðin alveg leið þegar maður hittir, þú veist, fjölskyldu og vini, sko. Yndislegt. Maður finnir svona, það er kannski svona svolítið munur á Amerikanum og Íslandingum. Amerikanir eru svona meira fjarlægir. Samt virkaði svo næs á yfirborðinu. Já, þetta er svona fjarska þínir. Já. En já, maður tengist þeim ekki eins. Ég finna áslega mikið að núti, ég tengist til dæmis Evrópubúanum meira sem búa að núti heldur en Amerikanum. Já, fullt af góðum amerískum vinum, en það er svona meiri svona dýpri tengsl við Evrópubúana. Skemmtilegt. Já. Æðislegt. Og ég veit að þú hefur nú talað við vorum svo heppnar eins og þau nefndir áðan að við tókum þetta nám saman þannig að við hittumst einu sinni í viku í margar vikur og mánuði í gegnum tölvuna og lærðum saman og þá fannst mér svo gaman að við náðum líka bara svona smá sálfræðitíma. Þetta var það og bara mér fannst þetta alveg geggjað að tala við þig, þetta bara gaf mér svo mikið, bara sálinni svo mikið, sko. Sömuleiðis, sko. En það sem ég ætla að segja, ég man bara, mér fannst svo mikill munur á að því þú varst að tala hraðan úti, að ég man að það var svo mikið, þú veist, þú þurftir að vera koma krökkunum út í skólan þarna, þú þurftir að vera komin heim til þess að því þá er einhver komin heim, svo var playdate og svo var skutt á æfingar og það er ekki tekt að skjótast bara heim á milli, heldur þurftir kannski að vera meðan æfingin var. Það eru langar vegalengdir. Það er líka svona fallega við Ísland, sko. Fólk, krakkar koma sér oft sjálfur á æfingu og til dæmis dóttir mín sem er 12 að vera 13 ára, hún er núna í fótbolta og er að byrja á æfingum 4 sinnum í viku. Bara það komast aðra leið bara á æfinguna er 30 mínútur í engri umferð. Svo er æfingin 1,5 tími og það tekur í valla að fara heim á milli og svo aðrar 30 pluss mínútur að komast heim og þetta er alltaf á kvöldmatatíma. Og það er máli, sko, að reyna samþættar og annarkvort að borða klukkan 5:15 eða að vera að borða klukkan 9 sem er náttúrulega ekki kannski það sem ég myndi ráðleggja fólki. Nei, og svo ertu með 3 börn, kannski ætla ekki að æfa sama tíma. Já, þannig að elsti og miðjan, þau eru í fótbolta á mismunandi tíma í mismunandi klubbum og svo er yngsta í 5 leikum. Þannig að það er svona pínu, svona púsl að reyna að koma að þeim og þá finna kannski aðra foreldrar sem geta þá hjálpa til við að skuttla og sækja. Þannig að maður þarf að hafa tengslanir, það er bara eiginlega svona lykilatriði að maður ætlar að búa úti, að vera með góð tengsl. Og gott skipulag. En hvernig gera einstæði foreldrar þetta? Þú varst nú ein með þau í smá tíma. Hvernig fórstu að? Þetta var pínu púsl, sko. Maður þurfti alveg bara svona búið til svona smá plan fyrir hverja viku og bara vera búin að sjá fyrir vikuna alveg, sko. En eins og ég segi, bara ég var með gott fólk í kringum mig og það var álagspunktur í lífi mínu þess að það var erfiðara en annan tíma, sko. En maður komst yfir, ég vissi að þetta myndi bara vera tímabundið, sko. Og já, bara eins og ég segi, umlíka sér góðu fólki, það skiptir ofsalega miklu máli. Og og eins og ég segi, með matinn, vera búin að plana svolítið fyrir vikuna, kannski taka sér 2 daga í viku, það sem þú ert bara með svona eins og meal planning eða svona búa til í rauninni bara hvernig matseðil ætlar að hafa yfir vikuna, því annars er svo auðvelt að detta í að bara fara í bílalúguna
sem við gerum ekki, sko. Þannig að kannski á sunnudögum til dæmis og miðvikudögum eða fimmtudögum, þá erum við ofta að hjálpast að svona eins og að búa til svona máltíðir fyrir vikuna og kannski, við ætlum að hafa kjúkling og þá kjúklingasúpu á þriðjudegi og svo, þú veist, ég kaupi frosin fisk frá Alaska mikið, sko, af því hann alltaf er svo dýr í Whole Foods. Þannig að ég fæ frosin fisk í rauninni lúðu og lax frá Alaska sem sendt að dyrum á þurrís. Þannig ég alltaf með tilbúin fisk í fristinum og bara þarf að hugsa það að vera búin að afþvíðan að maður fyrir að búi til matinn og svona. Og fara í Costco. Við erum með Costco úti og fyrir stóra fjölskyldu þarf maður að hugsa líka peningin, sko, og finna það og gera þetta kannski einu sinni í mánuði eða 2 í mánuði. En maður finnur það og það sem ég finnst svo sorglegt að það dýrar að borða holt, bæði úti og heima. Já, það alveg satt, sko. Það að fara að bæta inn gæða próteini og auka grænmetisneysluna mikið, þá finn ég það bara hækkar. Já, og það líka bara eins og ég segi, þá næringargildi matvæla í dag lægra heldur en í rauninni það var fyrir 50 árum. Sérstaklega í Bandaríkjunum bara. Þannig að maður þarf, ég myndi segja að flestir þurfa að taka einhver bætiefni. Það bara ekki nóg að fá þetta úr fæðunni. Eins sorglegt og það skilur. Ég óska ég geti sagt fólki bara reynda að borða bara vel, skilur. Ég menn þú getur fengið flest úr fæðunni, en það margt sem að þið vantar ákveðin vítamín og steinefni. Eitthvað sem þú tekur inn? Ég tek alltaf inn magnesium, alltaf á kvöldin. Og það hefur bara áhrif á andlegu heilsuna, hefur áhrif á að vera reglulegur, hefur áhrif á svefnin og ég tek fiskiolíur, ég tek í rauninni omega 3 alltaf þó ég borði fisk þá tek ég omega 3 og ég tek líka D-vitamin. Ég tek alveg 5.000 einingar af D-vitamini á dag. Það hátt. Já. Ég tek svona 2.000. Já, það bara sko, rannsóknir sína að lágt D-vitamingildi getur aukið líkur á, eða þú veist, það svona sammerkt með fólki sem að fara í krabbameinsmeðferðir. Það lágt D-vitamingildi í rauninni. Þannig að það getur verið í rauninni ákveðin vörn að taka D-vitamin fyrir brjóstakrabbamein hjá konum og blöðruhálskirtilskrabbamein hjá körlum. Og þunglindi held ég líka. Og þunglindi, já. Og D-vitamin hefur hormón alltaf og hefur áhrif á svefnin líka. Þannig að ég myndi segja að D-vitamin rosa mikið svona lykil vítamin, myndi ég segja. Og svo B-vitamin. B-vitamin rosalega mikilvægt. Eitthvað sérstakt B-vitamin? Ég myndi segja 6, 9 og 12. B6, 9 og 12. B12 sérstaklega fyrir rapid eye movement sleep, fyrir svona draumsvefnin. Þannig að B12 hefur mjög mikið að segja og B-vitamin yfir höfuð hefur mikið áhrif á bara taugaboð. Já. Og orku líkamanns. Þannig að hafa þá nóga B-vitamin í líkamannu skiptir ofsalega miklu máli. Akkurat. Ég mitt tek af og til svona B12-vitamin bara í sprayformi mitt. Já. Sem ég á frá þessu Better You. Já. Og astaxanthin. Það búið að hjálpa mér mikið. Ég er búin að taka það núna í svona 1 ár. Mér finnst það bara geggjað. Bæði húði mín betri. Minnkar harðsperrur. Já, ok. Og ég brann ekkert. Ég var úti í heila mánuð. Já. Ég reyndi náttúrulega duglega í sólvörninu líka en passaði mig bara, já. Þannig að ég get algjörlega mælt með því og nú allt sem að þú varst að segja, sko. Já. Og svo C-vitamin skiptir máli fyrir húðina til dæmis. En maður borðar ekki sítrusávexti. Íslendingar eru frekar lélegir í því. Já, ég teki eftir því. Það var gott að taka inn C-vitamin. Já, þetta bara passa að þetta sé í rauninni á rétti formi. Þannig að líkaminn taki það, svona absorption eða svona upptakan sé rétt, sko. Og þá hef ég valið að taka heitir liposomal form af C-vitamini. Og það skiptir ofsalega miklu máli. Og ég tek líka probiotics. Er það góðgerðlar eða? Já, og ég tek það í svona heitir spore-based probiotics. Þá það í svona hýði eða kapsúlu. Flest þessi svona efni í rauninni, ef þú ert ekki að taka því spore-based, þá þegar þið á þeim stað í meltingaveginn þar sem magasýrurnar eru hvað sterkastar, þá bara í rauninni getur ekki tekið þér upp í líkamann. En ef þú ert með þessi spore-based probiotics í svona kapsúlu, þá farað inn í smáþarmana þar sem að í rauninni vinna gegn þessum slæmu bakteríum og hjálpa góðu, sko.
Þannig að það er eitt sem ég tek líka og krakkarnir líka og krakkarnir taka líka fiskjóljur. Já, einmitt. Þannig að það er bara mikilvægt, svefn nummer 1, næring, nummer 2, hreyfing, nummer 3 og svo náttúrulega félagslega. Og félagslega heilsan skiptir ofsalega miklu máli. Æðislegt. Eiga góð samtöl við vini og bara taka upp síman og þú veist, fara í heimsókn, kíkja á fólk, þú veist. Það er margir sem maður heldur ofta að maður sé hérna, að það er allir svo eitthvað mikið að gera en ég held að það sé bara æðislegt að stundu bara kíkja á fólk og sjá hvernig þið líður. Já, einmitt. Taka stöðuna. Og líka bara þá að fólk búið langt í burtu. Netið er búið að minka heiminn. Við getum hringt í einhvern sem byrjaður. Já, maður er bara símtal í burtu, sko. Þannig að bara einmitt, ekki svona hika við að leita til fólks og kíkja hvernig þið líður. Nákvæmlega. En ég man þú nefndir, kannski bara eldsnögt í lokin, þú nefndir einhvern sem þú fylgdir sérstaklega á samfélagsmiðlum, hún heitir hérna Gabrielle Lyon. Já, hún skrifaði bók sem heitir Forever Strong. Ég mæli heiklust með það, kíkja á þessa bók. Hún talar ofsalega mikið mikilvægi þess að stunda styrktaræfingar og einmitt líka að taka inn gott prótín á dag fyrir þetta muscle protein synthesis til að halda vöðvunum hraustum og bara það skiptir svo miklu máli fyrir líkamlega heilsu og allan líkamann í rauninni. Þannig að þetta er mínu uppáhald. Svo hef ég líka fylgt henni Jessie and Chausby sem er Glucose Goddess. Ég hef notað þetta svolítið í næringarþjálfuninu minni þegar ég er að tala það er oftast auðveldara að taka bara svona þegar maður er að hitta kunna í fyrsta skipti, setja bara kannski 3-4 markmið sko og bara hún talar mikið það í hvaða röð þú ert að borða matinn og byrja á, þú veist, grænmetin, hugsa í rauninni bara fóðura í rauninni meltingarvegin og svo tekur prótein og fitur og svo kolvetnið að sterk í lokin og svo talar þetta biohack að taka apple cider vinegar eplaedik svona í byrjun máltíðar bara upp á það að lækka í rauninni blóðsykursveifluna, já, algjörlega. Aðeins rætti þetta einhverju þætti en þetta er ótrúlega áhugavert. Og svo að hreyfa sig eftir hverja máltíð skiptir ofsalega miklu máli bara einmitt upp á blóðsykurstjórnunina. Þó sé ekki nema bara fara í göngutúr í korter eða taka styrk í 10-20 mínútur eftir máltíð skiptir svakalegu máli og í staðin fyrir að leggjast í sófan og bara horfa sjónvarpið sem er algengt sko. Sem er notalegt. Já, og svo reyna að leggja áherslu að fá prótein í hverju máltíð. Bara svona, skiptir ofsalega miklu máli. Þegar þetta taka kolvetni, hún tala mikið þetta carb coating, þannig hvers getur sem þetta taka kolvetni, fá þá okkur að góða fitusýrur og prótein með kolvetninu sem þetta taka. Klæða kolvetnin í kápu. Já, klæða í kápu, akkurat. Nákvæmlega. Já. Takk fyrir að gefa þér tíma að þessu stutta fríið þínu hérna á Íslandi til að koma og deila þessu með okkur. Það er bara svo gaman að vera með þér. Takk fyrir enn og aftur og góða ferð aftur heim. Takk fyrir, elsku Erla. Ég hvet þig til þess að fylgja hlaðvarpinu á Spotify eða Apple Podcast eða öðrum streymisveitum eða þú ert ekki nú þegar að gera það. Og nú er einnig hægt að setja inn ummæli þáttinn og mér þætti rosalega gaman að heyra frá okkur. Og svo er auðvitað Instagram, Heilsu Erla, þar sem ég seti inn fróðleiksmóla úr öllum þáttunum. Þannig að endilega fylgja mér þar líka.